daginn og velkomin í Silfrið. Við byrjum hérna venju samkvæmt á vettvangi dagsins. Á eftir kemur hún til mín Helga Árnadóttir. Hún framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Lætur á störfum eftir nokkrar vikur. Búin að vera þar á miklum umrótatímum í stöðu þessara greinar og við ætlum að fara aðeins yfir svona hvernig þetta hefur verið hjá henni og framhaldið hjá ferðaþjónustunni. Hann kemur síðan til mín í lok þáttar Ólafur Margeirsson, hann doktor í hagfræði og við ætlum að fara aðeins yfir eðli peninga og svona sýn okkar og skilning á því og af hverju það skiptir máli í almennri hagstjórn. En þau eru komin hérna til mín Borgar Þór Einarsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra, Kristrún Heimisdóttir, lögfræðingur, Jón Ólafsson, prófessor og Kristinn Hrafnsson, blaðamaður, velkomin öll sumul. Við ætlum að byrja á augljóslega málanna. Það eru atburðirnir í Sýrlandi í fyrri nótt. Bandaríkjamenn, Bretar, Frakkar gera loftárásir á vopnabúr stjórnarhersins í Sýrlandi og þetta náttúrulega til þess að svara fyrir árás Sýrlandshers á óbreytta borgara í dóma og víðar með efnavopnum og þetta svona einhvern veginn eins og Egill kollegi minn orðaði á blogginu sínu, einhvern veginn bara algjör flækja og maður hræddur að það geti í rauninni allt farið í bál og brand þarna bara. Kristín, ég veit að þú fylgst með ástandinu þarna lengi. Hvert þitt mat bara á stöðunni almennt? Já, mjög athyglisvert í þínum inngangi þá kemur með tvær fullyrðingar sem eru ekkert endilega réttar. Í fyrsta lagi segjum við að það sé verið að sprengja þarna vopnabúr Sýrlandshers sem ég til brenga vissu fyrir. Það getur vel hafa verið tóm hús. Menn búin að gleyma því að eftirlitsmenn efnavopnastofnunar Sameinuðu þjóðanna tæmdu þetta búr 2014 þegar að frumkvæði Rússa voru Assad-stjórnin þvinguð til að gangast undir það til þess að afstýra innrás eða árás og þess vegna fullyrði það sem verið að svara efnavopna árás sem á ábyrgð Assad-stjórnunar. Það heldur ekki neina sannanir fyrir því og auðvitað þetta vitfirring að fara að varpa þarna sprengjum inn í landið þegar að staðreyndirnar liggja ekki fyrir. Það voru nokkra klukkutímar áður en að eftirlitsmenn efnavopnastofnunar Sameinuðu þjóðanna voru að hefja störf til þess að afla gagna og sannana fyrir því hvað gerðist raunverulega í Dúma. Og það að upplifa þetta ástand sem nánast í eins og einhvers konar komískt replay á Kúbudeilinu 62, nema það, þú veist, Kennedy og Khrushchev voru ekki á Twitter að svona spýta einhvern annan, Þetta náttúrulega alveg galið ástand. En þú heldur þetta sé í rauninni bara allt einhvers konar sjónarspil af hálfu þá þessara aðila sem að réðust þarna inn eða sprengdu þarna í Ég held ekkert það. Ég einfaldlega segi, ég hef ekki séð sannanir fyrir því að Assad-stjórnin hafi staðið að þessu tilræði eða hvaða efni var beitt þarna. Það bara stórar efasemdir sem að spretta fram þegar að maður skoðar þetta og forsögun og aðdragandinn að þessu sem að eru bara fullkomlega kveikja eðlilegum gagnrýnum athugasemdum. Við eigum ekki að taka það bara á eins og maður segir face value þegar að leiðtogar segja við höfum órækar sannanir fyrir því eins og Trump og Macron gera. Við eigum að heimta sjá þessar sannanir. Við sem almennir borgarar. Það verið að leika sig með ansi býsna brotætt fjöregg með sprengjuárás með þessu tagi. Ég meina 2003 þá minnst ákvæmst splæsti Colin Powell í glærusjó til þess að blekkja Sameinuðu þjóðirnar í mars 2003 til þess að réttlæta innrásina í Írak. Nú ekki eins og splæsti í glærusjó, við höfum bara að taka þetta á face value. Það bara ekki rétt. Og blaðamenn, verð ég að segja, hafa bara algjörlega brugðist í því, ég heyri ekki, hún æpandi þessu þögn, hvað þessi hávara krafa, leggið þið spilin á borðið? Þessi samanburður nú kannski ekki alveg fullkomin, ég meina þarf að verða réttlæta innrás í ríki á grundvelli upplýsingar sem að voru falsaðar eða rangar. Núna þetta bara taktísk árás og spurningin kannski hefur hún eitthvað gildi til frambúðar. Ég held að það sé kannski stóra vandamálið í þessu, hvort sem að hérna hefur nú raunverulega verið ástæða til refsiárásar eða ekki, þá hefur hún einhverja taktíska merkingu og það langt líklegast að hún skipti í rauninni afskaplega litlu máli. Hún endurspeglar bara ástand sem að í algjörum hnút, þar að segja að Rússar eru búin að koma sér fyrir og passa upp á að Assad-stjórnin falli ekki. Það ekkert annað afl í landinu sem að getur tekið yfir.
og það engin fær í rauninni að sjá neina framtíðar lausn á málinu. Við erum með ástand í Bandaríkjunum sem ræðst af því að þar forsetinn eins og hann og Rússar eru þetta fyrst og fremst að hugsa eitt, það staða og ásýnd Rússlands alþjóðavettvangi. Assad harðstjóri, við skulum bara sammála það og Putin líka bara svona skjótum því að við höfum það bara á hreinu, en býtum við, það óásættilegt? Það sem regime change eða að segja valdaskipti í Sýrlandi eitthvað sem í okkar hag? Það okkar hagsmunir? Gleymdu ekki að Rússland komin ekki inn fyrir 2015, þá líklegast afstýrið því að Sýrland heitir Sýrland í dag en ekki Íslamska ríkið. En sko, er valdaskipti í landinu, er það okkar hagsmunir og er það okkar skylda einhvern veginn að stuðla að því? Ég held að stóru utanríkispólitísku mistökin hafi einmitt verið gerð 2011-2012 og þau voru að Bandaríkjastjórn skyldi fara að styðja vopnaða árás gagnvart Assad-stjórninni. Á reikningu Obama? Já, bara almennt. Já, ég meina það Obama. Ég held að þá hefði verið miklu skynsamlegra að fara inn í þetta á annan hátt. Það að hafa gert með þessum hætti þá með miklum yfirlýsingum, það þetta setur kúrsinn, þannig að það má vissulega segja að það sé Bandaríkjunum að stóru leyti að kenna hvernig komið núna. Ég alveg sammála því. Ef við færum okkur, lefum þeim hérna á einum kantinum að tjá sig, Kristrún, við byrjum á þér. Þú náttúrulega hefur verið mikið í Bandaríkjunum, hefur verið þar við nám. Hvernig upplifir þú þetta? Þetta eins og Jón talar forsetinn í Bandaríkjunum eins og hann maður sér hérna þessi tíst koma þar sem hann byrjar á að vera með gífurlegar yfirlýsingar, dreifa svo í land og svo einhvern veginn kemur þessi árás í fyrrinótt. Hvernig upplifir þú ástandið? Ertu hrædd að sé alltaf fara í bál og brand þetta? Ég held nú kannski ekki að þessi árás sé svona einhver úrslita stund í því að kveikja í púðutunnunni þannig að það hafi stórkostlegar hræðilegar afleiðingar. Hins vegar þetta stríð auðvitað hörmulegt og ólýsanlega hörmulegt og hefur staðið núna nú komið yfir á 8. ár og auðvitað byrjar þetta allt saman í þessum atburðum sem urðu í Miðausturlöndum og Norður-Afríku sem var kallað arabíska vorið og allir urðu svo óskaplega uppnumdir á tíma það að þetta nú væri eitthvað alveg nýtt tímabil hafið og lýðræði væri að taka sér bólfestu í löndum þar sem það hefði ekki verið áður með nýjum stórkostlegum hætti. Svo hefur þetta einhvern veginn allt breyst í martröð og meðal annars það í þessu andrúmslofti sem þetta borgarastríð hefst í Sýrlandi. Assad harðstjóri, hann harðstjóri af verstu sort og ég hef svo ég bara lýsi afstöðu minni til þessara spurningar það hvort það sé sannleikur eða ekki, það sé hafi verið beitt þarna efnavopnum eða eitri, að þá hef ég einfaldlega tilhneigingu til þess að trúa hjálparstarfsmönnum sem á vettvangi og því sem að þeir lýsa. Og vegna þess að þetta hefur gerst áður, að þá finnst mér engin ástæða til þess að efast það að hann reiðubúinn til að beita þessu og hefur sannilega gert það. Hitt annað mála að auðvitað enn betra ef hægt að bíða eftir því að það komi inn stofnun Sameinuðu þjóðanna og rannsaki og það sé hægt að byggja þessa hluti eins og kostur á óvéfengjanlegum staðreyndum af því að ég man vel eftir þessu þegar Colin Powell kom í allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og það var auðvitað lágkúruleg stund í sögu Bandaríkjanna eins og allur málatilbúnaður þess þegar farið var í innrásin í Írak. En þetta annað mál og flóknara en að vissan hátt samt sem áður þá það þannig að Donald Trump að spila inn í ekki síst innanlandspólitík í Bandaríkjunum. Já. Þetta byggir grunninn alltaf þessari hugmyndum Bandaríkjun sem löggu og þar með á vissan hátt vesturveldin sem einhvers konar löggu í þjóðarétti og alþjóðarétti sem oft kallaður lex imperfecta eða ófullkomin lög vegna þess að það ekkert framkvæmdavald í þjóðaréttinum. Það enginn sem getur farið og verið löggan. Og þetta, Vesturlönd fylltust sjálfstraust til þess að verða þessi lögga eftir lok kalda stríðsins og gerði það fyrst í fyrra Íraksstríðinu, muniði. Þá trúðu menn margir að þarna væri komin einhver nýtt heimskipulag, einhvern svona nýtt heimskerfi alþjóðastjórnmálanna sem síðan á sér bara ansi sorglega sögu, sérstaklega hvað var það Miðausturlönd og þegar Donald Trump síðan maðurinn sem að stýrir þessu. Það náttúrulega ég svaraði spurningunni þín þannig að ég held að þetta sé ekki núna einhvers konar ragnaraka atburður
og auðvitað sem betur fyrir ekki, nema fyrir þá fólki sem býr í þessu landi og býr við þær hörmungar sem Sýrlendingar búa við venjulegt fólk. En vissulega hefur maður miklar áhyggjur af því að það skuli vera maður sem svona vanstiltur, sem hefur þetta leiðandi hlutverk, og við sjáum að vissan hátt núna í þessu máli að það er voðalega erfitt fyrir aðra að bregðast við því. Ég held að Íslendingar séu á réttum stað í þessu máli. Ég lít svo á að þeir séu liðið með Svíum. Svíar eru núna fyrir hönd Norðurlandana í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Þeir hafa lögðu fram fyrir 2 dögum held ég, samkvæmt fréttum, nýja tillögu það hvernig þetta taka á þessu efnavopna, reyna að uppræta efnavopnin í Sýrlandi. Og þetta auðvitað eini kostur hins siðmenntaða heims. En alvarleiki þess að Donald Trump í þessu stað er stórfenglegur, og ef ég væri utanríkisráðherra þá væri ég að velta því fyrir mér, þá væri ég búin að búa mér til eitthvað plan það hvernig ég ætlaði að bregðast við þegar að Donald Trump gerir hið brjálæðislega, sem að Íslendingar geta alls ekki stutt. Hvernig á Ísland þá að hegða sér? Ég myndi vera búin að búa til það, vera farin að huga að því plani. Já. Borgar, þú ert ekki utanríkisráðherra, en þú ert aðstofamaðurinn hans. Þetta var svona við tölum við aðalega ríkisstjórnarinnar í gær, forsætisráðherra og ráðherrann þinn, Guðlaug Þór, utanríkisráðherra. Þau svona virtust styðja þessar aðgerðir, að sýndu mikið skilning og töluðu þetta væri einmitt skiljanlegt. En svona voru kannski hvorugt tilbúin að staðfesta það að þetta væri, þessar aðgerðir studdar sérstaklega af ríkisstjórninni. Síðan segir NATO að öll NATO-ríkin styðji aðgerðirnar og nota svona kannski miklu leyti sömu röksemdafærslu og einmitt íslensk stjórnvöld. Geturðu skýrt aðeins nánar og betur nákvæmlega hvernig ríkisstjórnin lítur þessar aðgerðir? Já, kannski fyrst að ég tek undir með Kristrúnu. Þetta margt mjög rétt lýsing, en ríkisstjórnin nálgast þetta með mjög sambærilegum hætti og sambærilegar árásir fyrir, ég held að sé nánast rétt ár síðan, að Bandaríkjamenn gerðu eldflugárás á flugvöll í Sýrlandi sem viðbragð við efnavopna árás af hálfu Sýrlandsstjórnar, og viðbrögin núna eru nánast þau sömu af hálfu íslenskra stjórnvalda. Við hins vegar lögðum áherslu á það á fundinum í NATO, okkar fastafulltrúi, að pólitískra lausna væri leita fyrst, og þær deilan í Sýrlandi, átökin í Sýrlandi, þau yrðu aldrei leyst með vopnavaldi. Hins vegar höfum við verið á svipum stað og Svíar, með, eins og Kristrúnar benda á, með að það ekki hægt að sitja aðgerðalös sjá, og það ekki hægt að bíða. Við höfum dæmi úr nýlegri sögu. Við höfum Srebrenica, við höfum Rwanda, við höfum fullt af atvikum í heimsögunni eftir að þessi nýskipan sem Kristrúnar benda á komu upp, þar sem að ríki hafa setið og beðið, mál hafa verið rædd í öryggisráðinu vikum, misserum, mánuðum, árum saman, á þess að nokkuð hafi verið gripið til aðgerða. Og það athyglisvert hjá Svíunum að þeir segja að það hefur fyrst og fremst verið Rússar sem að stöðvuðu það að það var að halda áfram með þetta mál. Og þegar við tökum okkar ákvörðun, þá erum við að horfa á hvað aðrar þjóðir eru að segja, og það er ekki heil brú í þeirri röksemdafærslu að Evrópusambandið, Svíar og fleiri séu að fylgja Bandaríkjamönnum í einhverju blindni. Þetta eru þjóðir sem hafa upplýsingar stöðumála, þær hafa reynt lausnir í langan tíma, og íslensk stjórnvöld fylgja þessu ríkjum að málum. Talaði einhver fulltrúi frá ríkisstjórninni, einhver fulltrúi frá ráðuneytinu, var einhver í sambandi við einhvern frá NATO það sem var beðið eða hafnað að styðja þetta formulega í gær? Nei, hvernig virkar svona samkomulega stuðningur innan NATO? NATO er ekki aðili að þessum aðgerðum. Það annars síður Ísland. Og það sem gerist á fundinum í gær er að fulltrúar þessara 3 ríkja sem að þessum aðgerðum standa, þeir koma og kynna þessar aðgerðir fyrir sínum bandalagsþjóðum. Þetta eru 29 þjóðir. Á þessum fundi að þá gerir Ísland sérstaklega grein fyrir sinni afstöðu, og okkar fastafulltrúi Anna Jónsdóttir gerði það, og þetta var fullt samráð innan ríkisstjórnarinnar, það sé þá afstöðu. Og áður en að fundinum kemur þetta ríkin búin að fara við draugina yfirlýsingunni sín á milli. Og það auðvitað þannig að sum ríki vildu ganga lengra
miklu lengra. Sumringi vildu ganga skemur og endanum þá næst þarna málamiðlun. Og það rauður þráður í þessari yfirlýsingu NATO að það algjör samstæðan það meðal ríkja heims að notkun efnavopna verði aldrei liðin undir neinum kringumstæðum. Við erum búin að vera aðili að samkomulaginu gegn útbreiðslu efnavopna í yfir 20 ár. Við höfum alltaf talað gegn útbreiðslu efnavopna. Og okkar afstaða í þessu máli ræðist fyrst og fremst af því að við teljum þessar aðgerðir skiljanlegar, við mótmælum þeim ekki og við fylgjum þeirri samstöðu sem meðal allra vestrænna ríkja í málum. Þegar Stoltenberg segir að Ísland og alla NATO-þjóðirnar hafi stutt þessa árás, var hann þá að segja satt? Var hann að segja satt? Já. Við samþykjum yfirlýsinguna. Okay. Þannig að Ísland stutti þessa árás? Við stöndum að yfirlýsingunni með þeim skýringu sem við gefum á fundirum. Já, þegar Stoltenberg segir öll NATO-ríkin stuttu þessa árás, NATO-ríkin hafa aldrei, NATO hefur aldrei sent frá sér nokkuð skapaðan hlut á þess að allir væru með. Aldrei. Þetta eru 29 ríki. En framkvæmdastjóri NATO, hann gefur þessi yfirlýsingu og hún stendur þá. Ég held að sé búin að svara þessu. Kristinn, langar að spyrja þig, þú skrifaðir náttúrulega greinum þetta á Kvennablaðið bara í gær og talar svona kannski vandræðin í ríkisstjórninni og svona ávarpar í rauninni Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra sérstaklega og það kannski augljóst. Ég meina að Vinstri græn hafa gert sig út fyrir að vera mikla friðarsinna og finnst þér þetta að vera vandræðamál fyrir forsætisráðherrann og hennar flokk í ríkisstjórninni eða er þetta bara ekkert mál þegar þú ert komin í ríkisstjórn að bakka frá slíkum stefnu málum? Þú að spyrja Katrínu þessu. Mér finnst þetta augljóslega vandræðamál og auðvitað er þetta vandræðamál. Þarna ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur eins og staðfest núna að styðja þarna loftárásir á ríki og dansa í takt við tístinn frá Donald Trump. Flóknar það ekki og það er ekki, þú veist, það er býsna vandræðalegt svo ekki sé sterkara orðið kveðið. Tekur undir það? Jón, þetta sé vandræðalegt, er þetta ekki svona kannski bara einhverju svona auðvitað utanríkismála pólitík? Ég meina, við erum með mjög óvenjulega ríkisstjórn þar sem að eru hægri og vinstri að vinna saman og ég get alveg ímyndað með það að fyrir Vinstri græna þá væri einhver önnur afstaða kannski þægilegri. En ég held til dæmis að ef að ríkisstjórnin hefði farið að lýsa yfir einhverjum stuðningi, þá hefði það verið afskaplega vandræðalegt fyrir sum og það kannski endurspeglar bara þessa stöðu að þarna ekki hægt að fara að gefa einhverjar yfirlýsingar gegn samstöðu vestrænna ríkja, alveg eins og Borgar Þór að lýsa. En á hinn bóginn þá er ekki víst að sú samstæða sé endalega í fullu samræmi við einhverja tiltekna flokks afstöðu fyrr eða núna hjá þessum tiltekna flokki sem er ríkisstjórn. Samstæða vestrænna ríkja, nú Kristján bendi hérna á alveg valið hlut, eiga menn að dansa endalaust eftir vitleysunni. Þetta er náttúrulega tími vitfirringar sem við búum í með þá valdsmenn sem við höfum hér með helming af öllum hernarútgjöldum heimsins í sinni hendi. Það var dálítill titringur áður en þessi loftárás varð út af tístum frá Donald Trump. Já. Út af því að þarna gæti hugsanlega verið skotið á Rússa sem hefði verið mjög óþægilegt. Hann hótaði á miðvikudaginn. Já, ég meina Donald Trump er Donald Trump. Og það sem er gert... Það er ekki síðasta sinn sem að tístinn hans valda titringi. Nei, það sem er gert að þarna gerð árás sem að eins og ég segi, hún taktísk, hún kannski voru þetta tóm hús, það virðist ekki að verið mannfall, það var ekki sett, ástandið varð ekki flóknara. Ég held að í versta falli sé þessi loftárás gagnslaus, ég held hún sé reyndar gagnslaus, en ég sé hann ekki sem einhver dramatískan heimsatburð sem við ættum að vera mjög mikið að draga stórar ályktanir af. Nei, ég má aðgrípa orðið þetta, að mér finnst það er lítið gert úr leiðtoga mannanna þjóða, eins og til þess Angelu Merkel. Hennar yfirlýsing mjög merkileg í gær. Hún ákveður þó að vera ekki með. Hún segir að aðgerðirnar í sinni yfirlýsingu hafi verið nauðsynlegar og viðeigandi. Og Angela Merkel er ekki einhverju léttavíkt í alþjóðastjórnmálum. Hún er alvöru leiðtogi og það er að halda því fram að hún sé að dansa einhvern dans með Donald Trump er algjör fjarstæða. Og það er kannski lykilatriði, alveg svo Jón er að benda á líka, að aðgerðirnar sem eru þetta einhliða aðgerðir þriggja ríkja og fara ekki gegnum öryggisráðið. Þær eru afskaplega takmarkar. Það er beinast að 3 byggingum í Sýrlandi. Það er skotið 105 flugskeytum eða sprengjum. Það hafa enga fregnir borist af mannfalli.
í Sýrlandi á síðustu árum eru 400.000 manns fallnir í valinn. Það eru 7 milljónir á flótta. Og menn taka fari aðgerðir í þeim tilgangi að passa að efnavopnum sé ekki beitt með eins takmörkum hætti og verða má. Og þess vegna það er ekki bara ósanngjarnt, það er hreinlega óviðeigandi að halda því fram og reyna að láta líta þannig út að allir, ekki eitthvað vitlaust ríki norður í Atlantshafi, heldur allir séu að elta eitthvað vitlaust í Donald Trump. Þetta ertu að gleyma öllum þjóðunum sem eltu vitlaust svona 2003 og létu blekkjast. Það voru ekki allir sem gerðu það. Það voru við. Við studdum það, já. Það er búið að margfara yfir það mál. Hér er bara allt annað upp á teningu. Allt annað. Það sem að mér gransa að ég má koma inn í þetta, að þá en nú rétt að rifja það upp að NATO var gjörklofið í þegar var það ákvörðun var tekin minnras Írak. Frakkar voru á móti. Þeir voru hataðir svo mikið í Bandaríkjunum kjölfar þess að menn felldu niður hugtakið French fries og byggu til freedom fries í staðinn, kannski minni eftir þessu. Það lá við, NATO hefur aldrei komist þess nálægt til að klofna eins og í aðdraganda Íraksstríðsins. Þannig að það er sérstakt mál sem þarf að hafa í huga. Gæti eitthvað slíkt gerst aftur núna vegna þess að Donald Trump er efst? Ég held að ég segi bara ég myndi velta því fyrir mér ef ég var utanríkisráðherra Íslands. En þá ætla ég líka að segja annað. Vegna þess hvernig aðstæðurnar eru, þá er ég mjög glöð og ánægð með það að Katrín Jakobsdóttir er forsætisráðherra. Ég tók eftir því hvernig yfirlýsing Íslands var orðuð. Í henni, og þið skulle ekki halda það og sjónvarpsáhorfendur skuldu taka eftir því að þetta er lesið út í sendiráðum og utanríkisráðuneytum allan heim. Hvernig eru yfirlýsingar ráðherra orðaðar? Yfirlýsing Íslands var mjög hófstillt. Hún lýsti einfaldlega skilningi en ekki stuðningi. Og það finnst mér skipta mjög miklu máli. Svo verður fólk að gera sig grein fyrir því að það er ekki að fara fram atkvæðagreiðsla með nafnakalli á fundi í NATO. NATO er ekki þannig skipulagt. Það eina sem Ísland hefði geta gert hefði verið að beita neitunarvaldi. Og þú beitir ekki neitunarvaldi nema, fyrsti ákvörðun pólitísk áður en að Ísland þarf að beita neitunarvaldi væri að segja sig úr NATO. Þannig að allir sem ræða öryggismál og þess á Íslandi þurfa að gera sig grein fyrir því að það eru 2 valkostir, það er að segja sig úr NATO eða vera í NATO og fylgja þeim leikreglum sem þar eru. Það hefur aldrei verið pólitískur veruleiki, minnst ekki síðustu 30-40 árum á Íslandi, að Ísland sé að segja sig úr NATO. Og ég skal líka bara koma út og skátt með það persónulega. Ég held að núna verri tími heldur en ofta áður fyrir Ísland að ganga úr NATO. Vegna þess að óvissan í heimsmálanum er slík að búa til slíkt tómarúm núna hér á Íslandi þar sem að skyndilega hefur orðið algjör viðsnúningur frá því sem hefur verið síðastliðin 15 ár í þýðu á okkar heimshluta. Það sem er að gerast, öll Norðurlöndin eru með alveg nýjum hætti að hugsa sín öryggismál og það sem mér finnst líka mjög mikilvægt og ég þekkir enda mjög vel vegna þess að ég tók sjálf þátt fyrir Íslands hönd í starfi nefndar Thorvald Stoltenberg sem að starfaði fyrir rúmum áratug og lagði til sameiginlega varnarstefnu Norðurlandanna sem þá var talin vera útópísk og mjög fjarri veruleikanum en hefur reynst síðan á þessum áratug vegna þess að heimurinn hefur þróast þannig, kannski því miður, en það er veruleiki, að varnarsamstarf Norðurlandanna að meðtöldu Finnlandi og Svíþjóð er miklu meira heldur en okkur bjóst við og þá bæti ég kannski líka við vinum okkar Eystrasaltsríkjónum sem við ættum virkilega að horfa til og taka marka á í þetta er nefnilega mjög merkilegt sem að Kristrún er að lýsa að samstaða meðal Norðurlanda þessa mundir held ég bara í sögulegu hámarki. Við erum með Svíar vinna nánar með NATO heldur en ýmsar NATO-þjóðir. Finnar eru mjög áhugasamir nánari tengsl við NATO og varnarsamstarf á Norðurlöndum. Eystrasaltsþjóðirnar sem eru í NATO vinna mjög náið með Svíum og Finnum sem að standa fyrir utan.
og við erum að tengjast sífellt nánari böndum með samstarfi við Noreg og Danmörku og Svíþjóð sérstaklega í varðandi sameiginlega varnarhagsmuni og það má ekki gleyma því heldur varðandi pólitíska samstöðu hér heima varnarhagsmuni. Varnarhagsmunir að breytast. Við erum ekki lengur bara að horfa á mögulega innrás Sovjetmanna eða Rússa í Vestur-Evrópu. Við erum að horfa á netöryggi, við erum að horfa á hryðjuverkaógn og þarna held ég að gamla pólitíkin kannski skipti orðið minna máli heldur hún gerði á þeim tíma. Að við erum alls sammála, við þurfum að verja landið okkar fyrir ógnum sem felast í netöryggi, afskiptum erlendra stjórnvalda af kosningum til dæmis. Þetta eru stórmál sem allar þessar þjóðir eru að hugsa um. Mjög forrétt að halda því fram og trúa því virkilega að það sé bestu kostur okkar á þessum dauðans óvissu tímum sem við lifum að fara á bak við varnarskjöld Donald Trump. Ég var ekki að segja það. Þú ert að gera mér upp skoðan heldur að ég sé að segja það. Bandaríkjamenn að leiða NATO og já, Kristinn, veistu það, ég er að segja manni að búa sig undir það allt geti gerst og þar með talið klopningu NATO. Horfðu á fólkið sem raðast þar í kringum Donald Trump. Já, John Bolton tók við síðasta mánudag. Ertu að láta þess að ég sé afneita því? Nei, ég er bara að segja það. Hvað ertu að gera mér upp hér? Ég er ekki afneita neina þessu. Maðurinn er hrotti. Við séum nú allir sammála því. Við erum allir sammála það. John Bolton, Mike Pompeo, utanríkisráðherra, sem hefur nefnt svona eins og við talum þess frá hjartanu, Al-Qaida og Vikil í sömu andrá sem helstu svona non-state hættu element gagnvart Bandaríkjunum. Þú veist, þetta er tríóið, sko. Ég held að Kristján hafi alveg sett ágæta varnagla við það sem hún var að segja þegar hún... Ég var bara komin í skoðun hefur framfæri líka, en ég held að, sko, það liggur við að Cheney og Rumsfeld hafi verið svona snirtilegir kurteisir herramenn í samanburði við þessa óhemju hrotta. Gleymið ekki að John Bolton, hann fór flög til Haag, settist inn á skrifstofu yfirmanns OPC 12, þessi efnavopnarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, og sagði samkvæmt þessum Brasilíumanni sem þar var í forsvari, þá sem aðstoð utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sko, þú hefur 24 tíma til að segja af þér, annars verða afleiðingar. Og við vitum hvar börnin búa. Þú á 2 syni í New York. Þetta er búli. Örstutt, ég ætla síðan að ná að fara í Þetta er mjög áhugaverð ræða, en ef bara getur stíga aðeins aftur inn í bara raunveruleikann, að þá er það þannig að þetta snýst ekkit Donald Trump eða Bandaríkin, jafnvel ekki NATO. Þetta er samstaða vestræna ríkja. Ég veit ekki hvort einhvers las yfirlýsingu Evrópusambandsins í gær, sem að verður nú seint sakað það að vera taglnýtingur Donald Trumps í einu en einu. Þeir eru gengu jafnvel harðast fram. Það er að myndast mjög breið og sterk samstaða vestræna ríkja og Ísland er hluti af henni. Má ég segja eina setningu? Örstutt, já. Sko, ég held að samstaða vestræna ríkja og hugmyndin vestrið sem til dæmis lögreglu heimsins og svo framvegis sé bara brothættari nú heldur hún hefur kannski nokkuð tíma áður verið. Og þegar ég segi ég er mjög ánægð með það að Katrín Jakobsdóttir skuli þá vera á þessum tímapunkti með sinn bakgrunn og sína þessa hluti, forsætisráðherra Íslands, það verður vegna þess að ég held að við Íslendingar getum ekki gengið fram með sama hátt við höfum alltaf gert. Við getum ekki bara sett á sjálfstýringu. Og það er mín skoðun og ég skal standa við hana hvar sem er. Yfirlýsing íslenskra stjórnvalda og viðbrögð við þessu máli nú eru önnur heldur en það hefði verið og mjög ólík því sem hefði verið til dæmis ef að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hefði verið einir í ríkisstjórn. Ég var að skjóta inn í vestrænna valdsmanna, ekki samstöðu almennings. 24 eða 5% Breta studdu þessa árás í fyrrakvöld. Einungis fjórðungur stóð á bak við Theresa May. Ég verð bara að leiða þetta eitt á Kristrúnu. Ég er alveg sammálinni að auðvitað ríkisstjórnin stendur saman að þessar ákvörðun og það leggja allir gott til. Viðbröðin núna við þessu eins og ég listi hér upp að eru engu að síður efnislega mjög sambærileg við viðbröð við árásinni í fyrra þegar önnur ríkisstjórn satt við völd. Og það er ekki bara vegna þess hver situr í ríkisstjórn, það er samráð við alþingi hlutina sem að ég held að sé meira núna heldur en mjög oft áður. Ég er eins og alveg sammála Kristrúnu með það að forystu með ríkisstjórnarinnar, þeir hafa mjög náið samráð hlutina og þar leggur segir Katrín eins og aðrir mjög gott til. Já, sko, ég ætla bara að gera ágreining við þig. Ég er þeirra skoðunar að þetta hafi verið annars efnisinnihald yfirlýsingar ráðherranna og ráðherrann sérstaklega forsætisráðherrans beri skýrmerki afstöðu Katrínar. Þið fáður að vera... Ég get tekið undir það. Já. Ég ætla rétt í lokin að ná að fara þess yfir þessa nýju Greco skýrslu. Það er ríkjahópur gegn spillingu á vegum Evrópuráðsins sem að skilaði
skýrslu, var búin að fara yfir sem sagt svona ástandið þegar kemur að æðstu handhöfum framkvæmdarvalds og löggæslu á Íslandi og kemur þar með nokkuð margar svona ábendingar til úrbóta. Jón, þú ert náttúrulega svona að leiða starfshópum eflingu traust í stjórnmálum og stjórnsýslunni og ég gerir ráð fyrir að þetta sé nú eitthvað sem að þið lítið til og hafið til hliðsjónar í ykkar störfum. Hvernig er þetta fleiri atriði og veiga meiri en þú hefur búist við í þessari skýrslu? Nei, þessi skýrsla bara mjög í samræmi við það sem ég bjóst við. Ég átti nú fundi með nefndinni síðasta haust út af sem formaður félags sem heitir Gagnsæi sem að beitir sig gegn spillingu og svo hef ég verið í þessum starfshópi núna frá áramótum þannig að við höfum þessi vinna Gregos hefur verið mjög gagnleg og bara mikilvæg fyrir okkur og ég myndi segja í þessari skýrslu núna eiginlega hvert einasta atriði hjálplegt og ég held að það er eiginlega ekkert sem ég ósammála til dæmis í þessari skýrslu. Það sem áhugavert við hana það að það sko, kannski rétt að hafa í huga að þetta 5. matskýrslan frá Greco og þannig að á nokkur ára fresti þá tekin út ákveðin þáttur í stjórnsýslu aðildarríkjanna og skoðað út frá spillingavörnum sérstaklega og í þessu tilfelli þá það æðstu aðilar framkvæmdarvald sem verið að skoða og lögreglan sérstaklega og það eru gefnar ákveðnar ábendingar sem að ætlast til að stjórnvöld bregðist við og það ennþá til dæmis þannig að það eru nokkrar ábendingar frá fyrri úttekt, 4. úttektinni sem að hefur ekki verið brugðist við þannig að tónninn núna dálítið harðari og það er mjög mikil gagnrýni á íslensk stjórnvöld í þessari skýrslu fyrir að hafa bara ekki beitt sér nóg og ekki sinnt því nægilega vel að bara taka upp svona heildræna stefnu í spillingavörnum almennt og það má kannski segja sko að staðan því miður þannig núna ef einhver kemur og spyr stjórnvöld eða spyr lögregluna hver svona heildar, hvað getið þið sagt almennt hvernig þið takið á spillingamálum eða reynið að draga úr spillingu, þá ekki til neitt svar við þeirri spurningu. Það bara hægt að benda á svona það búið að gera þetta og gera þetta og það hefur verið kannski mjög mikil áhersla á siðareglur hér á Íslandi sem eru góðar til síns brúks en þær eru takmarkaðar en núna sjáum við þessa áherslu á heildarstefnu og rauninni mjög mikla kröfu að það sé bara tekið sko hressilega á þessum málum hérna og það náttúrulega líka hér vantar sko allar reglur, þið vitið það því að siðareglur eitt en við þurfum að hafa aðrar reglur sem að varða sérstaklega eitthvað sem þarf að vera hægt að framfylgja. Til dæmis reglur lobbyisma, reglur starfsval, kjörinna fulltrúa embættismanna hjá einkaaðilum eftir að þeir hverfa úr starfi svo þannig opinbera, lög verndun uppljóstrara, reglur gjafir, eftirfinnleg regla hagsmunaskráningu, þetta allt í skötulíki hjá okkur og sumt eru einfaldlega engar reglur til. Þannig að þessi skýrsla hún fínt svona veganesti til þess að fara inn í það sem ég held að þurfi að vera svona dálítið hressilegt átak á næstunni. Borgar, við komumst í miður ekki einhvern veginn nægilega djúpt ofan í þessi einstöku atriði þessari skýrslu. Það var einn þingmaður úr þínu flokki sem að svona kannski vandaði þessum hópi ekkert endilega kveðjurnar á þingi í vikunni. Fannst þetta kannski meira til óþurftar heldur en hitt, svo ég legg honum kannski orð í munn. Sérðu fyrir þér að þið munu fara yfir þetta í ríkisstjórninni og Já, þetta mál auðvitað á forræði dómsmálaráðherra, það að segja samskipti við nefndina og ég vænti þess að það verið tekið upp þar. Ég sammála ágætum vinum mínu Brynjar Níelssyni mjög margt og ég held að á sama hátt og stjórnvöld þurfa alltaf að sæta gagnrýni og aðhaldi í sínum störfum að þá sé full ástæða til að á hverjum tíma hvaða nefnd, eftirlitsnefnd sem á í hlut að hún sæti ákveðnu aðhaldi líka hvort að það hefði verið eðlilegt eða viðeigandi af Brynjari, það bara eftir að koma í ljós. Kristrún, viltu segja eitthvað þetta svona rétt í lokin? Já, ég held þetta sé að mörguleyti góðar ábendingar. Mér finnst ábendingar að til dæmis að það sé skoðað að fólk sem að starfi innan í innsta hring í stjórnarráðinu geti ekki farið í hvaða störf sem í einhvern vissan tíma á eftir, sem vera mjög skynsamlegar. Og ég tek undir það sem að Jón Ólafsson segir líka að það verður að samræma sko siðareglur og lög til dæmis. Og ég held að þetta sé ansi ruglingslegt eins og þetta núna í stjórnarráðinu. Ég nýbúin að halda fyrirlestur þetta nefnilega og ég áttaði mig á því að það voru þversagnir og ósamkvæmni milli starfsmannalaga og þessara siðareglna stjórnarráðsins og svo náttúrulega það sérstakur vinkill
að sumt varðar hreinlega viðskiptahætti og þá verður bara að hafa alveg skýr lög en ekki svona valkvæða hluti og þetta til dæmis við fríðindi þingmannanna. Það verður bara að vera miklu stífari reglur þar svo þessi ekki eitthvað sjálfdæmi eða mat skrifstofu Alþingis þau veitir hvernig menn aka eða eitthvað annað. Þegar loka orðið? Já, endilega. Ég hef ekki lesið þessa skýrslu, ég bara sé fréttirnar og í stuttum máli þá finnst mér eiginlega bara drepfyndið að skuli þurfa erlenda stofnun og plagg til þess að benda á óeðlileg tengsl milli Sjálfstæðisflokksins og lögreglunnar og eiginlega ennþá fyndnar að lausnin eigi að vera sú að setja eitthvað svona aukið völd í hendurnar á Haraldur Jóhannes eða ríkislögreglustjóra. Það er nú ekki satt. Ég held að kannski ekki hafa í huga, það skiptir svo miklu máli fyrir svona smáríki eins og okkur að það sé alþjóðleg, það sé verið að fylgjast með okkur á alþjóðlegum vettvangi. Algjörlega sammála því. Og það að svona hópur komi hérna inn og svona höggvið dálítið í okkar meðvirkni, það er bara mjög mikilvægt. Já, við komumst ekki lengra. Takk kærlega fyrir þetta öllsömmul. Við verðum hérna aftur eftir örskamma stund með Helgu Árnadóttur, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar. Sæl aftur, hún sest hjá mér Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Velkomin Helga. Takk. Þú ert að láta af störfum á næstunni og ert búin að vera í, tæp 5 ár í þessu á náttúrulega alveg ótrúlegu vaxtarskeiði hjá þessari grein og verið bara aðaldrifvöxtur, drifkraftur hagvaxtar hjá okkur og svona komið okkur upp úr kreppunni eins og heitir. Mér langar að spyrja þig svona bara, ef þú lítur aðeins aftur öxl, hvað stendur upp úr frá þessum tíma sem hlýtur að hafa verið dálítið magnaður? Já, það er alveg rétt. Þetta er náttúrulega búin að vera mjög áhugaverðir tímar, svo vægt sér til orða tekið. En það sem ég held og gleymist oft í umræðinni í raun og veru hvað hefur gengið svakalega vel og hvað okkur hefur tekist vel upp að taka á móti þessum ferðamönnum og í raun og veru þá að ná út úr þessari atvinnugrein eins og raun ber vitni. Ég meina frá árinu 2010, þú nefnir það, þá hefur ferðaþjónustan verið, 50% hagvexti þjóðarinnar hefur komið út af ferðaþjónustunni. Þannig að þú veist, í stóru myndinni bara stórkostlegir tímar og okkur hefur gengið alveg svakalega vel. Auðvitað hafa verið áskoranir, svo sannarlega og það hefur verið mikið til umfjöllunar og eru áfram áskoranir en ég held svona í stóru myndinni að þá eru menn svona búnir að læra meira inn á þessa atvinnugrein og menn eru farnir í auknum mæli að taka þessa atvinnugrein alvarlega. Hún er farin að skipta sköpum og mér finnst sérstaklega kannski í gegnum það samstarf sem að við höfum átt núna síðustu ár í gegnum stjórnstöð ferðamála. Þar sem ekki aðeins ráðherra ferðamála er að tala eða axla ábyrgð á málaflokknum, heldur líka hinir ráðherrarnir sem að skipta sköpum hvað varðar framtíðar uppbyggingu greinarinnar, svo sem samgönguráðherra, umhverfisráðherra og svo auðvitað fjármálaráðherra, að menn komi þar saman og svona fjalli og taki ákvarðanir gagnvart greininni á þeim vettvangi ásamt þá greininni sem er líka þá að taka ábyrgð og sveitarfélögunum. Já. Og þér finnst þetta í rauninni hafa, það er oft í umræðinni einhvern veginn að þetta hafi eðlilega kannski, þú nefndir 2010, ég meni það voru 500.000 held ég ferðamenn sem komu hingað árið 2010, núna 8 árum seinna er þetta rúmar 2 milljónir, þetta er alveg ótrúlegar tölur. Finnst þér samstarfi stjórnvöld á þessum tíma hafa gengið vel? Finnst þér að hafa brugðist einhvern veginn átta sig á hvað þetta væri að gerast hratt og mikið nægilega eða hefur það verið erfitt í gegnum þennan tíma? Já, ég get alveg viðurkennt það að mér finnst svona að hafa tekið óþarflega langan tíma einhvern veginn að menn svona vakna upp og átti sig á að þetta er alvöru atvinnugrein, hún skiptir sköpum og hún er komin til að vera. Og ennþá erum við svona að reyna oft kannski svolítið að sanna okkur eða að tryggja það við séum tekin alvarlega. Ég meina bara til að mynda talna gagnvart greininni er algjörlega óásættanlegt og það er aðeins tæplega milli 1 og 2% af því fjármagni sem veitt er til rannsókn og atvinnuvegum veitt í þessa atvinnugrein sem er í mestum vexti og skiptir mestum sköpum í dag og skiptir hvað mestu máli að séu réttar ákvarðanir teknar til framtíðar. Þú veist, það er ýmsir svona þættir og svo auðvitað varðandi þessu innviða uppbyggingu, hvort sem það sé þá bara svona laga rammin í kringu greinina, umhverfismálin og svo auðvitað líka félagslegi þátturinn sem skiptir ekki síður máli. Að
það skiptir auðvitað óbúslega miklu máli að stjórnvöld ná að horfa heildstætt á þessa þætti og taka heildstæða ákvörðun. Það gengur ekki að það sé einn ráðherra sem talar fyrir einu, svo er kannski einhver stofnun að gera annað og svo framvegis af því að auðvitað það sem er flókið við greinina er að hún er fjölþætt og hún svona einhvern veginn liggur svona yfir öllu stjórnkerfinu en við verðum einhvern veginn að ná að aðlaga stjórnkerfið þannig að við tryggjum skilvirkar og réttar ákvarðanir til framtíðar fyrir þessa atvinnugrein. Mér langar að það er auðvitað erfitt fyrir þig að svona taka af þér lobbyista gleraugun en mér langar að tala þessu skattheimtuna og svona hvernig hægt að ná bara sanngjörnum fjármunum af þessum stóru notendum á okkur innviðum sem eru ferðamennirnir. Ég meina á sínum tíma kom upp umræðum náttúrupassan, það náði ekki í gegn, vaskurinn síðast, allir bara miklu fjaðrafóki. Nú verið að tala komugjöld og gistináttagjald, skatturinn náttúrulega verið umdeildur líka. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að gera þetta þannig að það séu allir sáttir? Þetta er einmitt svo áhugavert. Þú segir hvernig er hægt að ná sanngjörnum tekjum af ferðamannum. Þá er svo mikilvægt að byrja á því kannski átt að segja á því hvað er ríkið og sveitarfélögin að hafa af greininni í dag. Er hún nú þegar mögulega að fá sanngjarna tekjur? Og það hefur verið rýnt núna í fyrsta sinni gegnum stjórnstöð ferðamála og það var Capacent sem tók að sér það rýni og það átti við reyndar árið 2015 og þá voru menn að áætla það að það væri 40 milljarðar sem ríkið og sveitarfélögin væri að fá beint og nettó, þar að segja að það væri búið að taka út það sem að ríki og sveitarfélög að leggja til og við höfum uppreiknað það á okkar vettvangi og áætlum að þetta séu 65 milljarðar á síðasta ári. Þarna er búið að netta vaskinn líka og ef við ætlum að taka þann virðisaukaskatt sem greinin er sannarlega nú þegar að greiða þá eru það 50 milljarðar brúttó. Þannig að greinin er svo sannarlega að skila gífurlegum tekjum í ríkissjóð og enda sjáum við það bara á öllu saman. Við sjáum það líka gagnvart sveitarfélögunum. Nú eru þau í auknum mæli að skila jákvæðri afkomu út af auknu útsvari og svo framvegis. Þannig að það er bara svo mikilvægt og við teljum mikilvægt að þessi umræða, henni sé líka haldið á lofti. En á sama tíma og það sem ég held að umræðan kannski hafi fyrst og síðast snúist gagnvart almenningi og svona hvað varðar þessi félagslegu þolmörk, að það sé verið að kalla eftir að það sé eitthvað gjald sem menn horfi til að sé bara eyrnamerkt og voðalega sérstakt ferðamannagjald. Menn einhvern veginn líður betur með að sjá eitthvað slíkt frekar en þessu óbeinu skattur út allt, virðisaukaskatturinn og svo framvegis. Og þess vegna höfum við reynt að gera okkur gildandi og vilja taka ábyrgð í þeirri umræðu. Og við einmitt á síðum tíma töluðum fyrir til að mynda gistináttargjaldi en þó gegn því að það væri þá hógvært og að það væri tryggt að það væri þá skemmtiferðaskipin og húsbílarnir og allir að væri tryggt að væri allir að greiða. Nú sitjum við upp með það að það er búið að þrefalda það gjald og við erum að horfa til þess að við erum með Airbnb, þar að segja íbúðagistinguna sem að mörguleiti er frábær hugmynd og konsept og hefur bjargað okkur. En við erum að horfa til þess að þeim vex ásmegin og því miður er aðeins lítill hluti af því kerfi sem skilar sköttum og skildum. Þannig að ef við myndum bara horfa til þess að tryggja það að þessir aðilar skiluðu því sem þeim ber, þá væri við strax komið með viðbótar milljarða í ríkiskassan. En það er alltaf einhvern veginn verið að horfa til nýrra og nýrra gjaldheimtu aðferða sem við erum tilbúin að skoða þetta allt en við teljum mjög mikilvægt að þetta sé skoða heildrænt og hvað sé í húi. Svo má heldur ekki gleyma því að menn horfa til þess að jú það er búið að vera mikil fjölgun ferðamanna en hverju hefur það kannski skilað og er það mæli hvernig sem á að taka allar ákvarðanir út frá. Eitt er fjöldin, hitt er meðal dvalarlengd, hvað er hver ferðamaður að dvelja lengi. Annað er hvað er hann að neyta, hversu miklu fjármunum er hann að neyta og við erum að sjá að þetta hefur farið niður. Þannig að við verðum að horfa á þetta heildrænt og að því ég var að tala fjölda ferðamanna, að þá verðum við líka, við getum ekki gefið okkur það að allir sem koma til landsins, erlendir aðilar, sé að koma hér sem ferðamenn. Við sáum það til dæmis í desembertölunum áhugavert að þá fjölgaði mikið Pólverjum og það varð frétt hér að það væri mikil aukning af ferðamönnum frá Pólandi. En eins og við vitum talningin á sér stað við brottfararhlið og væntanlega var þetta erlent vinnuafl að fara heim í jólafrí. Þannig að það er svo erfitt að fara að taka alltaf þessar stóru ákvarðanir,
byggðar meira og minna á tilfinningum í staðin fyrir á talnagögnum sem við verðum að byrja að vinna betur og fá svona frekari og svona nákvæmari greiningu á greininni sjálfri og líka á fyrirtækjum. Auðvitað þarf líka að horfa á hversu burðug eru þau til að taka á sig frekari gjaldheimtu. Mér langar aðeins að áður en ég sleppi þér með gjaldheimtuna, þú talaði um svona félagslegu þolmörkin, að það náttúrulega kom út skýrsla núna fyrir skömmu um svona umhverfis þolmörkin og það var nú svona eðli málsins samkvæmt misjafnt eftir því hvert litið landið og náttúrulega bara fullyrt að við værum mjög víða komin að þolmörkum, sérstaklega á Suðurlandinu. Eru þið með eitthvað svona stefnu þegar kemur að þessu að þarna sé til dæmis hægt að aðgangsstýra með gjöldum eða eitthvað slíkt eða er eitthvað samstað þetta innan samtakana hvernig eigi að haga þessum málum eða dreifa ferðamönnunum með öðrum hætti til þess að létta á ákveðnum stöðum? Já. Það er alveg rétt og við fögnum slíkum skýrslum. Það þarf auðvitað og við höfum talað fyrir því að þessi skýrari stefna í raun og veru hvernig ferðaþjónustu landi viljum við byggja upp. Hvar viljum við hafa fullt af ferðamönnum? Hvar viljum við kannski bara hafa fáa ferðamenn og hvar viljum við bara alls ekki hafa ferðamenn? Og hvernig ætlum við þá að álagsstýra? Við höfum talað um það til þess að taka með ábyrgum hætti mitt þátt í þessari bæði gjaldheimtu umræðu og uppbyggingar umræðu, talað bílastæðagjöld. Þú veist, þau eru komin svona einhvers staðar, hist og her. En einmitt til uppbyggingar en á sama tíma þá aftur þar vantar svolítið stóru myndina. Hvað er, sem sagt, hvað eiga þessi gjöld eða hverju eiga þau að skila og hvernig eiga þau þá að byggja frekar upp? En því miður að þá sjáum við að leið og það er byrjað að innheimta þá er ríkið búið að draga úr fjárstuðningi við viðkomandi svæði. Þannig að sko þessi einlægi vilji í að byggja upp og tryggja þá þau þolmörk svæðana sem svo mikilvæg eru, það verður einhvern veginn svona að horfa heildrænt á það og það er það sem við höfum talað fyrir og viljum og út af því að það er nú nýkomin út stjórnarsáttmáli. Þar kemur mjög skýrt fram að þetta eigi allt saman núna skoðast í góðu samstarfi við greinina og það er ítrekað í stjórnarsáttmálanum. Við fögnum því sérstaklega og viljum auðvitað sjá það raungerast hratt og örugglega vegna þess að við viljum koma fram á ábyrgð og við eigum jafn mikið undir og stjórnvöld og almenningur í þessu landi að vel takist til út af því að við erum ekki að tjalda til einnar nætur. Auðvitað viljum við tryggja umhverfisleg þolmörk, félagsleg þolmörk og ekki síður efnahagsleg þolmörk til langrar framtíðar. Hvaða það er mikið talað um náttúrulega gengismálin og áhrifin á ferðaþjónustuna. Hún er væntanlega töluvert skuldsett eftir þessa hröðu uppbyggingu sem hefur átt sér stað og við vitum það og svo eru kjarasamningarnir framundan og það mun hafa áhrif þar eins og líklega við annar staðar. Ertu bjartsýn eða svartsýn svona nánustu framtíð eða finnst þér þetta vera mikil hætta sem steðjar að greininni þegar kemur að þessum atriðum eða öðrum? Sko það er að mörguleyti blikur á lofti og þess vegna er svo hættulegt alltaf að horfa bara á fjölda ferðamanna. Þú nefnir þessa þætti sem að auðvitað fyrir ferðaþjónustuna sem útflutningsatvinnugreinin hefur verið mjög íþyngjandi. Það nefndi til dæmis fjárfestingar. Greinin sjálf fjárfesti í innviðum fyrir tæpa 300 milljarða á síðustu 3 árum sem er 25% af allri atvinnuvega fjárfestingu í landinu á þessum tíma. Þannig að hún er sannarlega búin að leggja sitt af mörkum til að tryggja uppbyggingu innviða. Hún er vinnuaflsfrek vissulega þess vegna hafa kjarasamningarnir verið mjög íþyngjandi og auðvitað hefur gengið haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna eins og aðrar atvinnugreinar þó að sem betur fyrir að það er svona aðeins búið að stabiliserast. Þannig að jú, það eru blikur á lofti en á móti kemur að þá finnum að það er svona menn eru auðvitað að bregðast við og leita leiða til þess að komast í gegnum stöðuna og það eru svona samrunar og samþætting í gangi og annað sem er kannski eðlilegt. Hagræðing eitthvað. Það er svona hagræðing. Við erum í dag eru tæplega 3000 fyrirtæki í ferðaþjónustu
það eru mjög mörg smá fyrirtæki, þannig að það er mjög eðlilegt að við séum að fara kannski á þessum tímapunkti í vaxtarskeiðinu í gegnum svona hagræðingafasa, þannig að maður auðvitað bara vonar að það takist allt saman vel til, en á sama tíma verður auðvitað stjórnvöld að hafa skilning á greininni, að vera þá ekki á sama tíma að horfa til einhverjar frekari öfga gjaldtöku, eins og til að mynda að þú nefndir virðisaukaskattinn sem átti að vera viðbóta 20 milljarðar ársgrundvelli á greinina, menn verða svona leggjast yfir hana og auka skilning sinn á henni og vera svo tilbúin að taka ábyrgð, stíga í stæðið, taka ákveðna stefnu og fylgja henni. Helga Árnadóttir, kærar þakkir fyrir komuna og gangi vel með þetta. Við verðum hérna aftur bara eftir örskamma stund, hann sest hjá mér, hann Ólafur Margeirsson, doktor í hagfræði, við ætlum að ræða þessum peninga. Sæl aftur, hann sestur hjá mér, hann Ólafur Margeirsson, doktor í hagfræði, velkominn. Við ætlum að ræða þessum eðli peninga, þú veist með fyrirlestur á vegum Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands bara núna í vikunni og varst að ræða þetta og svona sýn okkar og skilning á þessu atriði, eðli peninga. Og af hverju er þetta mikilvægt og heldur að við séum öll með einhvern veginn mismunandi sýn og skilning á því hvað eru peningar og af hverju skiptir þetta máli í umræðu og sérstaklega umræðu hagstjórn? Eru peningar ekki bara peningar? Það er kannski best að ég byrji kannski örlítið á kannski talað peninga og sem sagt, hvað peningar eru sem einhvers konar vara og það er sem sagt þessi svona hversdagslegi skilningur sem við flest eða ef ekki öll höfum á hvað peningar eru. En þetta er raunar ekki það sem ég persónulega tel sem sagt rétta skilningin á hvað peningar eru og raunar er þetta frekar sem sagt nýmóðin innan gæsalappa að hugsa peninga sem vöru. Þetta byrjar með sem sagt John Locke á 17. öld. Fyrir þann tíma, sem sagt fyrir tíma John Locke á þessum tíma þá var sem sagt hugsa peninga sem merki, einhvers konar óhlutbundna mælieiningu. En í dag er sem sagt talað peninga sem eitthvað hlutbundið. Og málið er að það er kannski einfaldast að skýra þetta þannig að sko króna eða dollar eða pund eða hvaða gjaldmiðill sem eru fyrst og fremst mælieining á virði. Og þá kemur næsta spurning, er hægt að snerta mælieiningu? Hefur einhver tímann snert metur? Já. En það hefur enginn snert metur. Það hafa allir snert eða mjög margir hafa snert tommustokk eða eitthvað slíkt. Og við tölum í hversdagslegu máli sem að við höfum snert krónu, við höldum á peningaseðli sem dæmi. En peningaseðlinn er þá í rauninni í sama sem sagt, flokki eins og tommustokkurinn. Hann er tæki til þess að mæla virði alveg eins og sem sagt, tommustokkurinn er mæli tæki til þess að gefa okkur mælieininguna virði, eða sem þetta fyrir ekki metur. Og þetta skiptir máli vegna þess að til dæmis ef við hugsum peninga sem vöru, þá er það þannig að til dæmis ef við förum út í það bara hvernig bara, sem sagt, við teljum að bankakerfið virki og það er kennt enn þetta í dag í akademíu hvernig bankakerfið virki, þá er það þannig að þú verður að taka einhverja vöru, peninga og láta peningana inn í bankan. Bankinn tekur síðan hluta af þessum peningum háð því sem er kallað bindiskylda. Segjum að bindiskyldan sé þessi 10% sem er alltaf í þessi klassíska dæmi í bókum. Þú leggur 100 einingar af peningum inn í bankan, bankinn tekur 90 af þeim og lánar það út. Síðan kemur þessi 90 krónur aftur svo inn í bankan í formi innlagnar og svo framvegis og framvegis. Og þannig margfaldast sem sagt, peningurinn upprunlega innleggið inn í bankan, þetta er kallað peningamarkaðurinn. En í raun og þá virkar þetta ekki svona. Bankakerfi virkar þannig að það þarf enginn að leggja peningin í banka til þess að banki geti veitt útlán. Af því að peningar eru óhlutbundnir, þá er það bókstaflega ekkert annað heldur en traust okkar á því hvað er í rauninni sem sagt, samþykkt sem peningur. Eða sem sagt, fullnaða greiðsla í viðskiptum. Og við samþykkjum til dæmis innlán í banka sem fullnaða greiðsla í viðskiptum. Og sem sagt, bankin er með einhvers konar efnahagsreikning
og beggja megin á sínum efnahagsreikningi sem bæði skuldbindingar og eignir, hann getur skrifað niður hvað sem hann vill. Og það nákvæmlega sem hann gerir til dæmis þegar hann að veita útlán. Bankinn skrifar niður á sama tíma beggja megin síns efnahagsreiknings að innlánið hann skuldar lántakanum 10 milljónir, ef lán upp á 10 milljónir, svo skrifar hann það eignamegin sín á sinn efnahagsreikning að viðkomandi lántaki skuldar þá honum 10 milljónir og þá er búið að búa til peninga. En það þurfti enginn að láta pening inn í bankan til þess að það væri hægt. Nei. Og sko, af hverju skiptir þetta máli? Þú talar þetta skiptir máli í bara almennri hagstjórn sem slíkri, jafnvel fyrir eins og bankakerfi, lífeyrissjóðakerfi, jafnvel, af hverju, hvernig eru menn að horfa með mismunandi hætti á þetta eðli peninga í þessu sem við erum að díla við eða kljást við í okkar hagstjórn dagstælega? Sko, sem dæmi fyrir 2008 þá var ein af ástæðum þess af hverju bankakerfið var gat þanið út peningana útlán eins mikið og raunin var fyrir 2008 var talin svo að bindiskyldan var lækkuð og bindiskyldan reglugerðar ákvörðun frá Seðlabanka Íslands. En þó að bindiskyldan væri 100% þá getur bankar eftir sem hafa gert þetta. Það skiptir engu máli. Af því að það sem gerist er að ef banka vantar lausafé eftir að hafa búið til lánið þá fara þeir einfaldlega inn á millibankamarkað fyrst og reyna að finna lausafé þar. Reyndar fyrst reyna þeir að fá peninga að seðla frá almenningi og slíku. Síðan fara þeir inn á millibankamarkað og ef þeir finna ekki lausafé það þá verða þeir að fara til Seðlabankans. Og málið er að ef Seðlabankinn veitir þeim ekki lausafjárlán þá myndast lausafjárkrísa og þá hækkar vextir á millibankamarkaði og stýrivaxtastefna Seðlabankans sem virkar ekki lengur. Þannig að Seðlabankinn hann neyddur til þess í raun og reynd að veita þeim lausafé ef það vantar í lokin til þess að stýra millibankavöxtum og í raunin bara verðið á peningum eins og markmið Seðlabankans er. Og sko þetta skiptir líka máli upp á hagstjórnina, þetta bara bankakerfið sjálft sem dæmi. En ef peningar eru eins og þeir í raun og reynd eru í dag bara einfaldlega búnir til með því að skrifa á niður á blað, þá það til dæmis þannig að það þarf ekki að safna í sjóð, lífeyrissjóðakerfi sem dæmi. Lífeyrissjóðakerfið það gengur beinlínis út frá þeirri hugmynd að peningar séu vara og pælingin hjá þeim sem eru að skipuleggja kerfið og það var upprunalega hugsunin var að þú verður að leggja ákveðið mikið af vörunni til hliðar sem síðan notuð til þess að búa til útlán og svo framvegis til þess að síðan geta borgað út peninga í lokin í formi ellilífeyris. En málið er að því að bankar eru búnir til, að því að peningar eru búnir til með því að einfaldlega skrifa niður á blað, þá getur það alveg eins sleppt í að skrifa niður á blað á tímabili 0 og þú setur það inn í lífeyrissjóð sem síðan gerir eitthvað við þá. Annarkvort góðar fjárfestingar eða ekki, skiptir ekki máli. Eða þú einfaldlega sleppir því að búa það til á tímabili 0 og þú býr það til á tímabili 1 þegar þú vilt greiða peningin út í formi í ellilífeyris. Og málið er það skiptir ekki máli hvenær peningurinn búinn til per se upp á það að hafa peningin í höndunum til þess að geta keypt eitthvað. Það sem skiptir máli hversu mikið búið til af vörum og þjónustu á þessum tíma þegar peningurinn greiddur út til þess sem á að nota það. Og þess vegna þessi hugmynd það að gegnumstreymiskerfi sé ósjálfbært og hún gengur ekki upp. Þannig að þessa hugmyndin drifin áfram af þeirri hugmynd, af þeirri forsendu að peningar séu vara og að sé ekki hægt að búa þá til með því að skrifa það niður á blað, eins og gert í raunveruleikanum. Þannig að hagstjórn skiptir máli bæði upp á til dæmis peningakerfi, hvernig þú stjórnar bönkum og eins hvernig þú til dæmis setur upp lífeyrissjóðakerfi. Og lífeyrissjóðakerfi, ég vil taka það fram, það getur verið góð hugmynd að vera með sjóðsöfnunarkerfi en þá það líka, fjárfestingarnar verða líka að vera skynsamar. Til dæmis, það væri mjög skynsamlegt hjá íslensku lífeyrissjóðum að til dæmis
byggja meira af húsnæði og fjárfesta í húsnæði og eiga það beint sem dæmi. Frekar þetta lána fyrir því? Til dæmis. Já. Og sem bara örstutt samanburður sko í Sviss. Tíminn að hlaupa frá okkur. Fyrirgeðu. Já, allt í lagi. Örstutt samanburður bara í Sviss þá kringum 20-25% af eignum lífeyrissjóða þar eru í formi húsnæðis sem þeir eiga og leigja út. Já. Kæra þakkir fyrir þetta, Ólafur Margeirsson. Við komumst ekki lengra að sinni, verður hér aftur að vikuleiðinni. Verið sæl.